Góðan daginn, ég heiti Guðjón Óskar og í dag ætla ég að kynna fyrir ykkur lokaverkefni mitt í verkstjórn og verkefni mitt snýst samt út af það að nútímavæða kafla úr reglunartækni 2, kafla 5 sem hann Björn Þór Jóhannsson skrifar árið 2008 og er þessi bók kennd í seinni reglunartækni áfangunum Beiti verkfræðiskólanum. Og markmið mín með þessu verkefni er sem sagt það að nútímavæða kaflan sjálfan og reyna svona að gera þær í lestri, hann er ekkert voða þægilegur að lesa og svo er þetta náttúrulega líka mjög gott þar sem ég er aðeins að sökkva í efnið í kaflans að læra meira þá gangráði eða regla fyrir svona vass- og jarðvarmatúrbínum, en þetta myndist þá nýtast mér vel skildi ég að fara að vinna í virkjunum þar sem er vatnsafl eða gufa og eru vélstjórar mikið á þeim svæðum að vinna. Og einnig er þetta er mikið skrif svona verkefni, þetta voru rúmar 30 blaðsíður sem ég skrifaði og ég tel mig ekki bestu rithöndina en þetta var bara mjög krefjandi fyrir sjálfum mig að reyna að læra aðeins meira á Word og Docs og læra að skrifa aðeins betur og þá líka æfa mig kannski stafsetningu og reyna að láta textan flæða aðeins. En það sem er svona mest þörf á því að laga í þessum kafla er það, eða bara bókinni sjálfri, er það er ekki þægilegt að lesa hann. Það er mikið flakk á milli blaðsíðna og myndir og útskýringar fyrir myndunum sjálfum eru á mismunandi opnum stundum og þá ertu alltaf að fletta á milli og þegar ég er að lesa þetta þá er ég alltaf að fara línuvillt og eyði miklum tíma að reyna að finna hvar ég var og málfarið í þessum kafla er ekkert sérstakt, það er mikið að vera að sletta á ensku og dönsku og svo líka stafsetningarvillur sem kom mér enda alveg á óvart og svo eru myndirnar sjálfar, útskýringarmyndir og svona einlínumyndir, kerfismyndir, þær eru mjög slakar, það eru lítið út fyrir að vera teiknaðar á blýant og svo hafa skannað eða eitthvað í tölvu og eru þar alveg dofnar og þyrfti nauðsynlega að fá bara nýja myndir á allt saman. Og það sem ég gerði var, ég skrifaði upp allan kaflan og reyndi þá að bæta málfar og uppsetningu kaflans. Reyndi þá að hafa þannig að skýringartextar og myndir eru á sömu opnu en það var ekkert alltaf hægt en ég reyndi þá að hafa þannig að það er hægt að svona fletta og hafa myndirnar blaðsíðurnar svona uppi og svona hálfgerð nýopna og svo þýddi ég náttúrulega það sem var slett og skildi svo bara eftir enska eða danska orðið þá ég svegu eftir á og sagði þá hvað tungumál það var í en svo ég reyndi nú að laga sem flesta myndir og þetta er dæmi það sem ég gerði. Ég benti svona á íhlutina þar sem eru bókstafir merktir einhverjum ákveðnum íhlutum og það er mjög óþægilegt að vera að lesa textan og svo er hann að horfa á myndina og leita svo á bókstafinum á myndinni sjálfri og svo leita á bókstafinum aftur í textanum og sjá hvað hann stendur fyrir og fyrir sjálfa mig er þetta mikið þægilegra að sjá svona bent á hvað er hvað og þá er maður mikið fljótari að ná skilning út úr kaflanum eða myndinni sjálfri og þá fer maður ekki línuvillt þegar þetta fara alltaf að flakka á milli textans og myndirnar sjálfar. Og svo dæmi einlínumynd eða kerfismynd sem lítur út fyrir að teikna á blýant, allavega hvernig hún kemur í þessari bók og það er ekkert að sjá hvað neitt þarna stendur fyrir og það er eitthvað verið að benda á íhluti kerfisins og eitthvað en það er ekkert að lesa út úr þessu og ég fékk svo þessa mynd frá Landsvirkjun og er þetta sama kerfismyndin nema þá bara mikið betur útskýrð og þyrfti eiginlega að gera þetta bara við alla myndir í bókinni að reyna svona uppfæra þær en ég var náttúrulega bara með kafla 5 þannig að það fór ekki lengra en það og svo er sama myndin ef þá bara svona tæknilegri bengt upp úr þá einhverju tölvukerfi hjá Landsvirkjun og þyrfti þetta myndi að uppfæra myndina og svona myndi ábyggilega bæta líf þá vilja við að kenna þetta miklu meira og
nemendur getur tekið mikið meira á kaflanum eða sæju kerfin sem við verðum að reyna að útskýra, en þau gera það ekki eins og það er núna með þessum lélegu myndum. Og niðurstaða mín í þessu verkefni var sú að mér fannst ég bara gera nokkuð vel og kom það bara mjög vel út, fannst mér á blaði þar sem að ég prentaði út, og flæði kaflans er ágætt og ég endurraði og lagaði, og myndirnar eru mikið skárri heldur en það voru, og það þyrfti eiginlega bara einhver fagmaður að fara í þetta mál að laga þessa bók betur. Bara takk fyrir mig.